En skótadagurinn á morgun verður haldinn hátíðlegur frá klukkan 12 til klukkan 16 og þeir sem eru á höfuðborgarsvæðinu þá verður í höfuðstöðvum skóta við Laugaveg hjá Heklu og svo erum við að tala að vera líka hér hjá bílasölu Selfoss og Höldu á Akureyri og Heklu í Reykjanesbæ og það sem í rauninni verið að fara að gera það verið að fara að frumsýna uppfæra típu af Skoda Octavia og svo nýjan sportjeppa sem heitir Skoda Kodiaq og til að forvitnast örlítið betur þessa bíla þá Ragnhildur Jóhannsson hjá bílasölu Selfoss og línu hjá mér, sæll blessaður. Sæll blessaður. Þið erum vantilega fættin að undirbúa morgundaginn? Við erum að gera allt klárt, við erum að taka á móti bílum og ryksuga. Já, það ekki? Já. Þá náttúrulega eðal veður í það? Heldur betur. Já. En þetta sem sagt vinsalasti fjölskyldubílinn, Skoda Octavia, hann svona smá uppfærsla á honum. Já, Octavia er búin að vera svona, einn mest seldi bara fólksbíll á Íslandi lengi og svona, þessi ekta fjölskyldubíll út af bara plássinu og svona, ýmislegt sem þessi bíll hefur umfram aðra bíla og það er að koma raunverulega nýr bíl, eða svona andlislifting, eins og við segjum. Og svona verið að snurfusan aðeins til. En hvaða nýjungar eru það sem er að koma inn í þessa útgáfu? Það sem þeir eru að gera núna, þeir eru náttúrulega að fara í lægri eyðslutölur og lægri mengun. Þetta snýst nú allt í dag umhverfismál, bílabransin eins og allir vita. Þannig að þeir eru að lækka í honum sem sagt útblástur og svo eru þeir að laga grill og innréttingu og fleira. Þeir eru bara að gera næðins hættari. Já, það LED-lýsingar er það ekki og í ljósum? Jú, þeir eru að koma með LED-ljós aftan og framan sem var ekki staðalbúlaður í eldri bílnum og þeir eru, innréttingin er svona aðeins þeir eru að fríska hana upp og breyta reyndar svona svolítið framöndanum. Þeir eru að gera líkari þarna stóra bróður, Kodiaq bílum sem þú myndist á. Er ekki komað líka einhver upplýsingaskjár og eitthvað annað í mælaborðið? Jú, þeir eru að koma með rosalega flottar, og svo er náttúrulega navigation og fleira sem þetta voru allt meira og minna auka hlutir, þetta er alltaf að koma bara í bílunum í dag. Sem staðalbúnar, bakmyndavél og svoleiðis? Akkurat. Já, það er ekki leiðilegt. En og svo er hraðastillir og eitthvað fleira líka? Það er cruise control í þessum bílum og þú veist, ég meina þú komið 9 loftpúða ef þú lendir í árekstur af svona bíl þá eru gardínu loftpúðar og það er svo mikið orðið í þessum bílum standart í dag. Nú gengi hefur náttúrulega lækka nýja bílatalsverð þannig að þetta er orðin góðu kostur að fara að spá aftur í nýjum bíl. Já, en svo er líka, það er svona smá fjölbreytni líka, hann er í boðið það ekki metan? Jú. Og svo bensín og dísel? Jú, það er einmitt málið, metanbílarnir hafa náttúrulega notið þess að það eru engin vörugjöld þannig að þú eru raunverulegt að fá afslátt af skattum, ef maður segja sem svo. Þú getur keypt nýjan Skoda til dæmis í dag, splunkunýjan bíl fyrir 3.350.000. Þú ert raunverulega að fá ég veit nú ekki allir ekki 400.000 krónur eitthvað svona sem ætti að vera skattar á svona bíl. Þeir falla í þessa kategóri að vera undanþegni skatti að þetta er umhverfisvænt bíl. Já. En hvað eru svona bílar að eyða í dag? Veit margir sem spá í þessu? Já, það er alltaf pælt í þessu. Díselbílarnir, þessir hefðbundnu, þeir eru komin niður fyrir 4 lítra í eyðslu. Framleiðendurnir eru að gefa þessa bíla upp í tæplega 4 lítrum. Við Íslendingarnir bætum svona 10% í kuldanum og snattin okkar, en enga síður, þetta er bíl, ég get fullir þetta er bíl undir 5 lítrum í íslenskar aðstæður. Ok, það er ágætt. Já. En svo er það nýja jeppin, Skoda Kodiaq. Já, það er bara algjörlega nýr bíl hjá. Þarna alltaf er bara að fara að keppa við stóra bílana, Já, erum við að tala um þessi jepplingur eða það er nú það, í stærðarlega sér, kallum við þetta jeppa og það eru 20 centimetrar undir lægsta punkt sem er náttúrulega langt fyrir ofan jepplinga og er umlega bara nákvæmlega eins og stærri jeppar eru en þessi bílar í dag eins og til dæmis Kodiaqin, þeir eru ekki með millikassa og sumir halda sig við það að ef að bíl er ekki með millikassa þá sé hann jepplingur og ef hann er með millikassa eins og gömlu
landróðarnir voru með og þá hann jeppi, þannig að menn rífast með þessum þetta, en ég tala hann sem jeppa, hann þá stór, þú getur fengið hennar bíl til dæmis 7 manna og einmitt þetta með drifgetuna, það þetta að fá hann með pakka, þannig að þá hann bara eins og hann sé með lágt drif og fleira, þannig að þetta, þú getur keypt hennar bíl algjörlega sem jeppa, það ekki mál. Við að tala um hann sé 30 tómum eða? Hann já, þetta samsvarar 29 tómum, þetta er nú svolítið erfitt að segja, þetta eru bílar á 17 og 18 tómu felgum, en jú, þú kemur 29 tómu dekkjum á þessar felgur. Ok. Flott verð. Já, hann fæst bæði 5 og 7 manna segiru. Já. Og þá bensín og dísel? Já, Hekla ætlar að flytja þessa bíla inn, sko, flestir horfa nú á svona bíla, stærri jeppa, alltaf sem dísilbíla. Þeir ætla hins vegar að prófa líka að koma með hennar bíl inn með 1400 bensínvél, af því að það nú svona umræðan hefur ekki verið dísilbílum alveg vel, sko. Ég held nú að flestir munu nú samt, eins og bílinn sem við verðum með hér á morgun, það dísilbíl og flestir held ég munu nú veði á hann sem slíkan, bara að draga hjólísi og... Já, hann 2000 dísel. Það 2 lítra vél, hún umverulega bæði hægt að fá hana 150 og svo stærri útfærslu, 190 stefla bíl og það eru sem að horfa á þann bíl alveg af því að verðpunkturinn, þessi bíl umverulega búin að fara sigurförum Evrópu af því að hann náttúrulega flottur og svo hann ódýr. Já, hvað verða svona bíl? Sko, þessi hefðbundni bíl með díselvél sjálfskiptur sem að kannski flestir munu skoða á 5, 9 og 20. Ok. Ef að menn ætla að vera granda á því og taka leðurútfærslu af svona bíl, svo kallar hann stælbíl, þá kostar hann 6,490 en ef þú skoðar bara verð á jepplingum til dæmis að þá þessi bíl á alveg fantalega góðu verði, sko. Hvað svona bíl eða? Þannig að gefa upp eyðslu á þennan bíl í kringum, þeir segja sko 5,7, ég segi þetta 67 lítra bíl á Íslandi. En alvöru bíl, stór bíl og það ekki mikið leysla. Nei, alls ekki, með að jeppa. Nei. En glæsilegt, ég hvet fólk til að kíkja til ykkar á morgun og skoða, alveg klárlega. Það eru margir í bílaleit í dag. Já, og skótin eins og einn maður sagði við mig í höfuðborginu daginn, þetta landsbyggðarbíl. Við seljum mikið af þessu bíl hérna á Suðurlandi, þetta alla sveitir. Algjörlega. Ragnvaldur, kæra þakki fyrir þetta og gangi ykkur vel á morgun. Takk. Já, takk. Já, það erum ekki að kíkja hver sem þið eruð, hver sem þið kíkið í höfustöðarnar í Reykjavík á Laugaveginum, hér á Selfossi, BH Bílasölu Selfoss, hjá Höldu og Akureyri eða hjá Heklu Reykjanesbæ. Við erum opið morgun frá klukkan 12 til klukkan 16.